fundarstjóri og góði meðfulltrúar og aðrar áheyrendur. Ég vil nú byrja á því að þakka B-nefnd fyrir mikla og góða vinnu. Það eru mjög mikilvæg mál sem þarna eru tekin upp og nýmæli. Ég ætla aðeins að staldra bara við lítilræði. Í 10. greininni þá hjó ég eftir því á opnum fundi nefndarinnar í gær eða vakti athygli á því að það væri orðalagi var ýmist neikvætt eða jákvætt. Þetta byrjar ekkert lagafrumvarp má samþykkja og svo framvegis, en síðan aftur á móti tillaga vantraust, það er ekki í því. Mér finnst svona alltaf viðkunnulegur orða hlutina jákvætt frekar en neikvætt. Þannig held ég að fyrsta málsliðurinn til dæmis mætti orða svo lagafrumvarp skal ræða við 3 umræður og Alþingi áður en það má bera upp til fullnaðar samþykktar. Og þetta orðalag fullnaðar samþykktar er fengið úr þingskapalögum og ég held reyndar ástæðan fyrir þetta sé orða svona skringilega og neikvætt er að það verið að leyfa það svona undir rós að mál megi daga uppi og þurfa ekki að ræða við 3 umræður. En það gæti líka verið að við sæjum ástæði til þess að taka af skarið með það. Að lagafrumvarp megi ekki daga uppi, það skuli alltaf rætt við 3 umræður. En orðalagi sem ég er með breytir efnislega samtengu. Ég bið bara málfunduna nefnd menn í hópnum að íhuga þetta. Þetta leiðir reyndar hugan að því hvort að væri nú ekki ráð að fá einhvern fagmann eðan af skrifstofu Alþingis til að fara yfir efnisatriði þarna sem lúta í rauninni að þingskapalögum. Hvort að það sé eitthvað sem við erum að njóta á þess að taka eftir því. Síðan varðandi 14. liðinn, þá vil ég bara vekja athygli á því að meðfræðibjóðandi minn Erlingur og ég sjálfur höfum báðir reifað þá hugmynd að forseti Íslands fái umsvegamikið eftirlitshlutverk og þá tel ég einsýnt að ef það yrði ofan á að þá ætti Ríkisendurskoðun að heyra undir hann. Verði það eitthvað þvílíkt ofan á hjá varðandi forsetaembættið að þá mun þessi tillaga sjálfsögðu breytast. Að ég ger ekki athugasemd við það og nú fari svona en núna vil bara minna á þetta þegar þar að kemur. Takk fyrir.